áskotnaðist bréf hérna til safnaðarins sem ég ætla að lesa. Og til þeirra sem bara hlusta í útvarpi jafnvel. Kæra vina, kæri vinur, hvernig líður þér? Ég mátti til með að senda þér bréf til að segja þér hversu annt mér þig og hvað ég elska þig mikið. Ég sá þig á gangi með vini þínum í gær. Allan daginn beið ég og vonaði að þú myndir tala við mig. Þegar leið að kvöldi gaf ég þér sólarlag til að ljúka degi þínum og svalan andvara til að gefa þér hvíld og ég beið, þú komst aldrei. Ég varð fyrir vonbrigðum en ég elska þig samt af því að þú ert vinur minn. Þegar þú sofnaðir í gærkvöldi þráði ég að strjúka þér ennið yfir kodda þinn og andlit. Aftur beið ég tilbúinn svo að við getum talað saman. Ég hef svo margar gjafir handa þér. Þú vaknaðir seint og þaust út í daginn. Tár mín voru í regninu. Þú virtist vera svo hrygð eða hryggur í dag, svo ein eða einn. Ég fann til með þér í hjarta mínu vegna þess að ég skil. Vinir mínir hafa líka oft brugðist mér og sært mig, en ég elska þig. Ég reyndi að segja þér það í hljóðu grænu grasinu. Ég hvíslaði því gegnum laufið og trén. Ég anda því frá mér í litlum blómunum. Ég hrópa það til þín í fjallalækjunum. Ég gaf fuglunum ástarsöngva að syngja. Ég umlukti því hlýju sólskinni og fyllti loftið angan. Kærleikur minn til þín dýpri en úthöfin og meiri en nokkur þörf sem þú kannt að hafa. Ég sem vil eyða eilífðinni með þér á himnum, ég veit hversu erfitt lífið á jörðinni. Ég veit það í reynd því að ég var þar eitt sinn. Og mér langar að hjálpa þér. Faðir minn vill líka fá að hjálpa þér. Þú veist að það eðli hans. Ákalla mig bara, biðdu mig, talaðu við mig. Það ákvörðun þín. Ég hef útvalið þig og mun aldrei yfirgefa þig. Þess vegna elska ég þig. Þinn vinur, Jesú. Og við skulum muna það að það aðeins blóð Jesú Krists sem getur hreinsað mig og þig af syndum mínum og þínum. Hans máttur að umbreyta lindiseinkunninni minni og þinni og gera mig og þig að betri manni eða konu. Í Jóhannesi 14. kafla 15. versi segir: Ef þér elskið mig, munu þér halda boðorð mín. Þetta 14 til 21. Ef þér elskið mig, munu þér halda boðorð mín. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara sem verður hjá yður að eilífu. Anda sannleikans sem að heimurinn getur ekki tekið á móti honum því að hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann því að hann hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðalaus. Ég kem til yðar, innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar, en þér munu sjá mig, því að ég lifi og þér munuð lifa. Á þeim degi munu þér skilja að ég í föður mínum og þér í mér og ég í yður. Sá sem hefur boðorð mín og heldur þau sá sem elskar mig. En þann sem að elskar mig mun faðir minn elska og ég mun elska hann og birta honum hver ég Þetta eru sterk orð og segir óbúslega mikið og þetta út frá þessu bréfi sem ég var að lesa. Hann þráir að gefa okkur þessa gjafir og við eigum að vera hlýðin og eigum að halda í boðorð hans og gera vilja hans. Og í 15. kafla Jóhannesar 14-17 segir: Þér eruð vini mínir, ef þér gjörið það sem ég býð yður. Ég kalla yður ekki framar þjóna, því að þjónninn veit ekki hvað húsbóndi hans gerir. En ég kalla yður vini,
því að ég hef kunngjört yður allt sem að ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt sem varir, svo að Faðirinn veiti yður sérhvert það sem þér biðjað hann í mínu nafni. Þetta býð ég yður, að þér elskið hvert annað. Og ég held að þegar við segjum elska skaltu náunga þinn eins og sjálfa þig, upphafið að byrja á því að elska systkini sín. Mér það lífsins ómúlegt einhvern veginn og ég finn það bara í mínu hjarta. Ég sé einhvern furðufugl labba einhvers staðar í mjóddinni eða eitthvað og ég segi við sjálfa mig, elska ég náunga minn, elska ég þennan náunga? Nei, ég finn það ekki. En ég veit að Guð elskar hann. En ég aftur á móti, þá hef ég þessa löngun til að fara til hans og segja frá Jesú. En ég á samt erfitt með það og ég bara gera það ekki. Ég fer ekki upp á okkur og fólk segir, ég ætla að segja frá Jesú. Ég hræddur við viðbröðin, ég óttast viðbröðin og veit ekki almennilega hvernig ég á að bregðast við. En samkvæmt þessum orðum sem ég var að lesa, að þá býður Kristur okkur að fara og bera orðið og hann segir að við munum fá orð að mæla. Hann segir að hann elski okkur, hann með okkur og andinn í okkur. Hvað þá til, hvað eiginlega til fyrirstöðu? Ég held að það sé hjá mér allavega, þá það bara fyrst og fremst óttinn við viðbröðum. En auðvitað eigum við að gera þetta. En við þurfum að komast yfir þetta. Þennan ótta. Og óttinn bara frá einum kominn. Sá sem vill stúta, slátra og eyða. En mér langar líka til að fara aðeins hérna í Hebreabréfið, 10. kafla, 23. vers til 25. Höldum fast við játningu vonar okkar án þess að hvika, því að trú sá sem fyrirheitið hefur gefið. Gefið gætur hver af öðrum og hvetjum hvert annað til kærleika og góðra verka. Vanrækið ekki safnaðar samkomur ykkar eins og sumra siður, heldur uppörfið hvert annað og það því fremur sem þið sjáið að dagurinn færist nær. Dagurinn sem færist nær, hann að koma. Og það svo stutt í þetta að Kristur gangi út helgidómnum hinn efra og þá allt logg og læs og alveg eins og dögum Nóa að fólki gekk inn í örkina. Kristur lokaði örkinni og það fekk enginn að fara inn. Á þessum tímum sem við erum að lifa núna allt í kringum okkur ólgu að sjá. Núna titrar Evrópa út af Trump því að hann ekki tilbúinn að fara að borga meira í hennar stríðsrekstur í Úkraínu. Zelenski fór í fílu í gær út af þessum fundi og það verið að dæla í þetta styrjaldar ástand og við vitum það að þetta styrjaldar ástand ekki komið frá Guði. En við eigum ekki að vera að velta okkur upp úr því, við eigum að velta okkur upp úr því sem orðið segir. Velta okkur upp úr því sem 14. kaflinn í Jóhannesi segir og bara 15. líka. Hann gaf okkur anda sinn, hann gaf okkur það sem við þurfum og við þurfum að halda fast í það. Og ég endurtek aftur þau orð sem ég sagði hér áðan, sem mér mjög veit það bara allavega fyrir mig mjög þýðingamikil. Það aðeins fyrir blóð Jesú Krist sem við verðum hólpin. Aðeins fyrir hans blóð. Það hans náð og hann gaf okkur þessa gjöf og við eigum að gefa hann áfram. Við höfum fengið talentu og við eigum að halda fast
í það sem við höfum. Rannsakið sjálfu ykkar, eins og segir í orðinu, skoða sjálfa þig, er misbrestur og við þurfum að leitast eftir því að fá anda Krist til þess að hjálpa okkur að umbreyta lindisenguninni. Því að það er lindisengunin sem er engunin að komast inn í Guðsríki. Miðað við hvernig ég var og hvernig ég lifði í mínum syndum og hvað ég gerði að mér, afbrotamaður og fíkniefnaneytandi og hvað annað. Ég átti ekki möguleika að ganga inn í Guðsríki. En í dag á ég möguleika og fyrir hans náð er ég það sem ég er í dag.